Halda áfram þessum þætti pólitík hérna á N4 svo við tökum upp á Strikinu á Akureyri. Við erum búin að vera að fá til okkar fulltrúa stjórnmálaflokkana hingað til að ræða sérstaklega byggðamál. Það var eitthvað sem við töldum að þyrfti svona að draga aðeins fram í dagsljósið og núna erum við komið með fulltrúa frá Dögun. Verið þið velkomnir, herramenn. Takk fyrir það. Sigurður Þórðarsson og Sigurður Eiríksson. Oddvitar úr sitt hvoru kjördæminu, ekki rétt. Já. Sælir. Nú Dögun að bjóða fram til alþingiskosninga í annað skiptið. Náðu ekki inn manni síðast þegar við talaðum að auka réttlæti og sanngirni og lýðræði í samfélaginu, svo eitthvað sé nefnt. Byggðamálin, hver svona ykkar sérstæða þegar kemur að byggðamálum? Okkar sérstæða byggðamálum náttúrulega fyrst og fremst áhersla á sjávarútvegsmálin og við höfum barist fyrir því lengi að leyfa handfæraveiðar og taka atvinnuhöft, algjörlega óþörf atvinnuhöft af sjávarútvegum. Leyfa einfaldlega sjómönnum til dæmis að landa þeim afla sem meðafla sem kemur í grásleppunetin og lagt fram ítarlega tillögur í því. En svo auðvitað það sem við höfum einnig bent á og gert tillögum, en það að fiskur verði verðlagður á markaði. Það mun þá leiða til þess að þó svo eitthvað byggðarlag missi aflaheimildir, að þá getur byggðarlagið bara einfaldlega, eða fiskvinnslan þar, sótt fisk á markaði á jafnréttisgrunni. Þetta mun einnig hækka þá laun sjómanna umtalsvert því að við erum með tvöfalda verðlagningu í landinu og ég alveg sannfærður það að þetta mun skila hinu opinbera margföldu því sem áætlað að hækka auðlindagjaldið. Ertu að tala að öll skip myndu veiða inn á markað? Já, eða allavega að það gert upp við sjómenn á markaðsverði. Já. Þannig að það væri alltaf ákveðin hluti sem færi inn á markaðinn. Þannig að eins og við erum með þetta núna þá einn sjómaður að fá 200 kall fyrir þorskinn kílóið meðan að næsti sjómaður sem að landa á markaði þá fær hann 300 krónur til skipta. Þetta bara augljós hækkun, það ekki verið að taka eitt af neinum og tryggja það að sú vinnsla fái fiskinn sem að getur greitt hæsta verð fyrir hann. Þetta tryggir byggðirnar þó svo að einhver missi aflaheimildir. En það ekki einmitt þær byggðir sem ættu kannski ekki pening til þess að kaupa Jú, þá geta þeir bara farið á markað á jafnréttisgrunni. Þannig að þetta alveg augljós leið og blasir við að fara. En það jafnréttisgrunnur þegar byggðirnar eru eins misjafnar og þeir eru margar? Þá standa allir við sama borð. Eins og þetta núna, þá eru stóru vinnslurnar að landa fisknum inn hjá sér á 200 kall, borga sjómönnunum lægri laun og eiga því auðveldara með því að króa meiri aflaheimildir til sín. Þetta rauninni þetta gangverk í kvótakerfinu sem við höfum lagt áherslu á að slá af og vinda ofan af og síðan auðvitað að taka af óþarfa höft og leyfa mönnum einfaldlega að róa. Það ekki nokkuð lifandi leið að ofveiða fiskistofna með handfærum. Ég meina það hlýtur hver maður að sjá. Bara þú sammála þessu, ég sé það. Já, og kannski bara að hnykkja á þessu að sérstæða kannski Dögunar til viðbótar þessu að þessi auðlindagjöld sem lögð á í ýmsum töfum, gistináttagjald og fleiri auðlindagjöld við yfirlifum, að þeim sé skila sjálfkrafa út í heimasvæðin bara. Þannig að það fylgi heimasvæðinu þessi. Að hvað stórum hluta bara að öllu leyti þá eða? Já, mér finnst allavega með gistináttagjaldið að það nokkuð veginn ljóst að það ætti að fara allir þeirra sveitarfélaga sem þarf að leggja í kostnað vegna þess og í það mesta stór hluti auðlindagjalda ætti að fara á svæðin. En það kannski eitt í þessu líka, að því menn svona stundum að tala að það sé verið að flytja pening út á land. Staðreyndin bara svo að það nettó flutningur á fjármagni skatttekjum utan á landi og höfuðborgarsvæðisins en ekki öfugt. Þannig að En ekki umræðan einmitt samt svolítið þessu? Umræðan stundum svolítið öfugt og það kannski vegna þess að fjölmiðlar sem eru leiðandi á höfuðborgarsvæðinu eru á höfuðborgarsvæðinu og vantar svolítið sjónarhólinn sem við hér sjáum og þið á N4 hafi verið ágætt einnig að benda á. Eitt sem okkur langar til þess að ræða þegar við hringdum svolítið í sveitarstjórnarfulltrúa hérna á svæðinu og það var eiginlega svona sami hljómurinn í næstum öllum að fulltrúar ríkis og sveitarfélaga væri ekki nægilega mikið í sama liði og jafnvel bara orðið það sumir bara sem hrein og klárir andstæðingar í valdabaráttu fjármagn og að fjármagn fylgi verkefnum þegar að vera að færa það frá ríki til sveitarfélaga. Er þetta upplifun sem að þið finnið og er þetta eitthvað sem að þið myndu beita ykkur fyrir að breyta? Kæmist þið á þing? Já, þetta reynilega í stefnuskránni hjá okkur að stokka upp verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.
Því það fer ekkert sama hljóð og mynd í því eins og þú segir, sko. Já. Hvernig myndið þið Það þið sjáu það með sveitarfélögum fengur til þess málefni fatlaðra til sín og það ekki til það sveitarfélag sem hefur, sko, í raun og veru fengið það fjármagn með því sem hefur þurft til þess að reka það sómasamlega. Þannig að það er voru auðvelt að færa þetta yfir á sveitarfélögin. Svo eru sumir sem að vilja veita þá væntanlega ríkisstjórnin að sveitarfélögin séu svolítið að bæta í þjónustuna þannig að það sem að talið sé sómasamlegt af hálfu ríkisins sé annað en það sem að talið er sómasamlegt af hálfu sveitarfélagsins. Þannig að sveitarfélagi gefi í og í rauninni eyði meira eða telji meira nauðsynlegt heldur en ríkið taldi áður. Ég hef nú velt því upp og lagt til það að sveitarfélög sem eru utan höfuðborgarsvæðisins fá að halda stærri hluta af skattfé heima sem þá færi annars til menningarstarfsemi á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við gætum verið þá að efla menninguna vítt og breitt landið og það gæti kannski verið sú leið eins og þið eru að tala að færa þá aukin verkefni þegar við erum að tala að færa aukin verkefni til sveitarfélag, þá skiptir mestu máli að það sé verið að færa þau verkefni sem ekki verið að sinna í sama mæli hjá sveitarfélögunum út á land og höfuðborgarsvæðinu. Það var þannig á Norðurlandi vestra og Vestfjörðum og Vesturlandi og hér að það var verið að sinna málefnum fatlaðra ágætlega. Áður en síðan að sveitarfélögin tóku það yfir. Þannig að það var engin svona kannski megin breyting en með því að það sé verið að færa þá málefni, til dæmis eins og menningamálin, yfir til sveitarfélagana. Það mun það mun örugglega verða til þess að við fáum þá fjölbreyttara menningarlíf og meiri rauninni ráð til þess að gera eitthvað fallegt víðar og styrkja leikhópa og gera eitthvað skemmtilegt hér út á landi. Þið mun ekki vilja draga úr verkefnum heldur kannski bæta frekar í og gera það betra og láta fjármagni fylgja með. Líka það að flytja þó verkefni sem ekki kannski verið að sinna í landsbyggðinni að sama mæli og ríkið að sinna á höfuðborgarsvæðinu. Heilsugæslu? Já, heilsugæslan kemur til greina en það eru auðvitað þá þyrftu auðvitað að einhverju leyti að styrkja sveitarstjórnarstigið en heilsugæslunni þokkalega vel sinnt vítt og breitt landið þó það hafi kannski orðið einhver breyting á síðastu kjörtímabili því að það hefur verið að einkavæða til dæmis heilsugæsluna á Snæfellsnesi og víðar. Ég held að þar hafi verið farið í aukinn kostnað og minni þjónustu menn voru að fá minni þjónustu fyrir peningin. Heyrðu, ég held við ættum að skella okkur í hraðaspurningarnar næst. Það ber upp nokkra spurningar og þið eru með spjöld, já og nei, og lyftið þeim upp eftir því sem við á. Það er að samtaka. Það er sjálfsagt að stuttunum. Nei, einmitt. Og það er eina sem bannað er að þið megi ekki tala meðan á þessu stendur. Ekki orð. Það er breyting. Eru þið tilbúnir? Þið tilbúnir. Þá byrjum við núna. Munt þú beita þig fyrir því að ríkið finni leiðir til að niðurgreiða innanlandsflug? Munt þú beita þig fyrir fækkun sveitarfélaga á Íslandi? Telur þú að allir Íslendingar eiga jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu? Munt þú beita þig fyrir því að orka sé einungis nýtt af því svæði sem hún er framleidd? Vilt þú að sveitarstjórnir hafi óskorað ákvörðunarvald í skipulagsmálum? Munt þú beita þig fyrir fjölgun ferðamanna verði dreifðari allt land? Munt þú beita þig fyrir því að háhraðatenging sé möguleg öllum íbúum landsins? Á flugvöllurinn að vera áfram í Vatnsmýrinni? Telur þú að hækka þurfi styrki til landbúnaðar á Íslandi? Á atkvæðavægi að vera jafnt milli allra landsmanna? Munt þú beita þig fyrir eflingu háskóla utan höfuðborgarsvæðisins? Og telur þú að breyta þurfi kvótakerfinu í grundvallaratriði? Einmitt. Auðvelt. Hvernig kom þetta út? Ég held að þetta hafi komið mjög jafnt út hjá herramönnunum nema... Það er kannski aðeins svona að skýra neyið varðandi styrki við innanlandsflugi sem ég tel mikilvægt að efla. Það má kannski einfaldlega taka af skattlagninguna. Ef menn vilja kalla það styrk, þá hefði það kannski verið en ég held að það sé ráð að styrkja það til þess að dreifa ferðamönnum út. Þú væri til í að stíga skref inn á þennan markað til þess að gera bara innanlandsflug að raunhæfum valkosti í samgöngumálum? Það eru kannski þessir ákveðnu hópar sem að þurfa nauðsynlega á þessu að halda, falla ekki undir reglur sjúkratrygginga eða einhverja þess áttar, ná ekki að fara, að þarf að finna leiðir til þess að flugið sé valkostur fyrir
En kannski ekki síst er að við horfum til þess að flest ráðuneyti, stjórnsýsla, markaðurinn, peningarnir, valdið í höfuðborginni og ef að fólk utan að landi þarf að nýta sér þá þjónustu eða eiga einfaldlega í samannlegum samskiptum, þá þarf að fara sviður vegna þess að það er aðeins lengra norður. Maður bætir nú aðeins inn í þessu umræðu. Það sem kannski valdið nú kannski fleira, það líka fjölmiðlavaldið. Já. Og þess vegna mikilvægt að styrkja fjölmiðlana sem eru með útstöðar, eins og N4 hér með höfuðstöðar á Norðurlandi og að styrkja það að það berist þá sjónarmið okkar sem búum út á landi, þannig að við höfum svolítið áhrif á umræðuna. En því miður að þá virðist við að örlítið sett í hliðar svo vart sér til orðatakið. En náttúrulega einfaldlega þannig að miðja manns ávallt undir manns eigin iljum, þannig að miðja hvers manns yfirleitt undir hans eigin iljum. Jú. Þannig að það merkilegasta, okkur finnst það væntanlega N4 merkilegasta og mikilvægasta stöðin og Akureyri mikilvægasta svæðið, en þetta einhvern veginn þarf að... Jú, en ég horfði kannski út frá þessu pólitíska sjónarmiði, hvernig komið okkar sjónarmiðum að. Og það skiptir verulega miklu máli að við höfum einhverja rödd út Þess vegna erum við nú að standa í þessu. Nú svöruðu þið í báðir játandi að þið vildu jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Já. Hvernig má tryggja jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu þegar aðstæður og vegalengdir eru jafn misjafnar og þær eru í dag? Það er nokkuð ljóst að það þarf að efla heilbrigðisstofnanir eða það er raun og veru endurreisa heilbrigðisstofnanir víða á landsbyggðinni. Við erum alltaf með 2 aðalsjúkrahús í raun og veru, Landspítalann og svo sjúkrahúsið hér. Sjúkrahúsið á Akureyri, maður má nú ekki segja fjórðungssjúkrahúsið lengur. SAK. Það er SAK. En svo eru náttúrulega sjúkrahús og neðskast sjúkrahús í fjórðungunum og það þarf að efla þessar stofnanir, alveg burtséð frá að bæta samgöngur þannig að allir komist til heilsugæslustöðva eða á sjúkrahús. En það er mjög mikilvægt að gera þessar stofnanir aðlaðandi til að vinna á til dæmis og skaffa þeim nógu rekstrarfé. En þetta er nú ekki smá verkefni að styrkja heilbrigðisstofnanir út allt land og bæta samgöngur. Hvernig myndið þið forgangsraða ef þið væri komin í þessa stöðu? Sko, það er líka annað sem í þessu sambandi sem að haldi aðeins áfram það sem hann og taka undir það sem hann sagði, að það er auðvitað það að minnka kostnaðarþátttöku sjúklinga. Þannig að fólk sem er kannski ekki, stendur höllum fæti fjárhagslega, að það hafi efni á að leita sér lækninga. Þú segir, hvað á peningarna að taka? Hvað á að taka peningarna? Ég vil nú benda á það að við erum nú þegar sú þjóð sem erum að afla mestra tekna í heiminum. Og við erum að tekjur hér á Íslandi eru á mann, þjóðatekjur á mann, eru miklu minn hærri heldur en í Þýskalandi. Ég held að það sé margt hægt að gera með öðrum hætti. Meðal annars hvernig að við skiptum arðinum að sjávarauðlindinni og hvernig að við skiptum einfallega arðinum á milli okkar. Þessu þarf að breyta. Við bentum þarna á leið sem var skynsamlegust, að allur fiskur fara á markað. Það mun þá skila gríðarlegum fjármunum inn til bæði ríkis og sveitarfélaga. Þannig að við höfum svo mikla möguleika. Þannig að við erum ekki í einhverju þröng. Við erum að framleiða gríðarlega mikil verðmæti og við erum ekki sætt okkur við það að fólk geti ekki leitað læknis. Margir vilja þú meina ef að fiskurinn fari allur á markað að það muni til lengri tíma skila minni arðsemi inn til þjóðarbúsins í heild sinni heldur en það gerir núna. Sjávarútvegurinn er þetta ekki eina þjóðin í ESB sem er ekki með ríkistertan sjávarútveg akkur að breyta ef hann er svona að skila svona miklum arði í samanburði við. Jú, en sko ég segi þá arði til hverra. Við verðum að líta á það að ef við förum bara í sjávarplássin, hvort það er Ísafjörður, Hofsós, Raufarhöfn og skoðum umhverfið þar. Þarna liggja auðvitað, hvað við segja það, tjónuð samfélög og þessi kostnaður er ekki skoðaður í samhengi við ársreikninga einstaka fyrirtækja sem fara til örfára aðila sem eru kannski með reikninga tortóla. Leiðin til þess að arðurinn haldist innan landsteinanna til ég vera skynsamlegustu, það er það að fiskur fara á markað,
að þá geta menn ekki verið að selja þá afurðina. Þetta gert í einhverju landi? Það gert alls þar í heiminum, sko. Við erum ekki... Það gert einhver staðar þar sem það skil, af því að nú erum við talað svo mikið um að sé færeyskur sjávarútvegur, það allir sjávarútvegur. Þessi þá ríkisstyrkti sjávarútvegur? Já, það ekkert ríkisstyrkt, skiljið. Þetta oft bara einhver þjóðsaga og þarna hafa, ég vil segja, stóri peningar ráð og miklu í umræðinni. Við erum hér að veiða, við erum að veiða rétt rúmlega helmingina af þess að við veitum jafnaði áður en þetta kvótakerfi var tekið upp og við erum alveg samfærið það að það hægt að gera miklu mun betur þar. En svo ég grípi aðeins boltan núna af því að sko, þú talar hámörkum gróða, það sé besti rekstur. Sko, hámörkum gróða þá inn í skatttekjum. Það snýst nefnilega svolítið það sko, hvort að menn elta hámörkum gróða sem einhverja tölur af einhverjum ákveðnum útvegi og ekkert að velta fyrir sig hvernig hún skipt. Eða hvort við erum að tala hámörkun lífsgæða. Já, ef við erum að tala hámörkun á skatttekjum til þjóðarbúsins, þá bara spurningin... Þá okkar leið miklu betri. Já, þá eru einhverja leiðir þar sem skatttekjur og svo náttúrulega annað í samvæði við það ekki allar tekjur konar frá skatti. Ein höfuðleiðin hjá okkur í efnahagsmálum að ná vaxtalækkun. Ríkið að borga, 70 milljarða í vexti á ári. Mikið að því leikur bara út svona innanlands til einhverja sem eiga mikið. En hvað með þá einfallega eins og til dæmis það náttúrulega að tala ansi mikið að svörtum tekjum til dæmis í ferðaþjónustu? Af hverju ekki verið að, hún virðist verið eitthvað einn svona ferðaþjónusta sem svo óbúslega vinsæl og allir svo hressir með hana, en þar alveg ljóst að það gríðarleg svört atvinnustarf. Ég ekki alveg viss það, þetta sé, ég held að þetta sé eitthvað orðum aukið, að þetta sé svo svakalegt. En það kannski, má segja það, að það mætti alveg vera þannig að það sé virkari eftirlit, eða kjentilega eftirlit, það sé bara tekið á þessum hlutum. En mér finnst þetta eins og þetta sé svona, hvað að segja, þetta kennitöluflakk á veitingahúsum og eitthvað svoleiðis að þetta auðvitað eitthvað sem maður þarf að taka fastari tökum. Það var bara, þetta voru umræður hjá samtökum ferðaþjónustunnar sem voru að tala þetta, það þyrfti að taka kannski aðeins. Einmitt. Heyrðu, eitt stutt með orkuna, þessu eru því báðir neitandi að þið vildu bara nýta orku og því svæðið sem hún framleidd. Hvernig sjáu þið þessi orkumál, hvernig að tryggja öllum orku svo vel sé? Ég að taka þennan bolta. Ég get svo sem, það er svo, ég mun að við erum núna að orkan hérna á Íslandi, við mættum fá meira út úr þeirri orku sem við erum að framleiða. Og mér finnst svona áður en lengra haldið í það að virkja og fá einn stóriðju sem sett á algjöran skattaafslátt og ég hef miklu meira áhyggjur af til dæmis af þeim afsláttum sem voru veittir á Bakka heldur en það þó að eitthvað veitingahús sé með einhverja tíkalla undan skatti. Við þurfum að fá miklu meira til okkar út úr bæði á sölu orkunni og að þessi stóru fyrirtæki skili þá sköttum og arði inn í samfélagi. Telur það sé ekki að gera nóg af því? Það bara komið fram margoft að þau eru ekki að gera það. Það þunn eigin fjármögnun í þessum félögum þannig að þau eru allur afgangur fyrir að borga einhverja sýndarvest í útlöndum. Ertu að tala þá Landsvirkjun eða? Nei, ekki Landsvirkjun. Ég er að tala álfyrirtæki til austan til dæmis. Og við sjáum það að samningarnir Bakka, þeir greiða ekki einu sinni tryggingagjaldið og þetta auðvitað ef svo að segja bara stuðningur við atvinnugreinina. En það kemur náttúrulega eitt mál sem Blönduvirkjun og lagning Blöndulínu 2 frá yfir í Eyjafjörður náttúrulega að bara drepast úr rafmagnsleysi. Já, það náttúrulega eins og menn vita þá á skipulagi lagning Blöndulínu. En það gengur ekkert voðalega vel að komin á. Það á skipulagi lagning línu frá Kröflu og það gengur erfiðlega gegnum skipulagsnefndir sveitarfélaga að koma þeirri línu á og þetta verða menn að ná sátt til þess að maður geti náð öryggi á afhendingar raforku hér. Fyrir úr Suðurkjördæminu, er það hægt? Er það hægt? Jú, ég held að til dæmis að vandinn í þessu snúist það að við erum ekki að fá nógu mikið. Þeir sem að missa landið sitt undir línu og fá rafmagnslínu fyrir gluggann hjá sér, hversu eiga þeir að gera þetta fyrir einhvern sem gerir ekki neitt fyrir neitt, skilja. Og fólkið þarf þá auðvitað að fá eitthvað sem að missa gæði og eins finnst mér að það mætti alveg svona til framtíðar litið að setja þessa línu meiri í jörðina. Nákvæmlega, en lokum. Að lokum ein spurning svona á persónulegu nótunum, við erum að spyrja frambjóðendur svona út fyrir kannski flokkslínurnar. Því persónulega, af hverju ættu kjósendur að setja X við
ykkur? Hvað við þetta brunns að bera persónulega? Já, ég náttúrulega fyrst og fremst í frambóði, maður náttúrulega við séum persónu í frambóði, en fyrir stjórnmálasamtök sem eru með ákveðna hugsjón. Og stóra málið okkar er vaxtamál og efnahagsmál og þessi mál sem við verðum að fara yfir hérna, gott og annað. Ef við höfum að fara, mér er mjög illa við að vera eitthvað að, þú stillir þessu upp eins og maður er að fara að hælast af sér. Það akkurat málið. Þú ert í atvinnuviðtali hjá þjóðinni. En maður hefur býsna víðtæka reynslu. Ég hef unnið í lífeyrissjóðakerfinu, ég hef unnið á verðbréfamarkaðnum, ég hef unnið við sauðfjárframleiðsluna í gæðastýringu og ég hef verið landfræðinautur í búrekstur og hagfræði nokkur ár. Þannig að ég þekki svæðið mjög vel og ég er ekki hagsmunatengdur einhverjum einum eða neinum sem er eins með öll okkar samtök. Það er engin hagsmunasamtök sem eiga mig eða mínar skoðanir. Já, ég mæti vinnuna og er ófeiminn við að berjast fyrir málefnum sem að mér finnst vera réttlátt og ég tel að þeir Íslendingar sem að vilja breytingar og raunverulega breytingar eigi að líta til þess að kjósa okkur í dögum. Við erum ekki við ætlum ekki að vera með þetta kerfi sem hefur leitt okkur í hrun fyrir 8 árum að endurreisa óbreytt. Heldur viljum við breyta, við viljum afnema verðtrygginguna, lækka vexti, koma á breyttu bankakerfi, samfélagsbanka og ég einfaldlega vil leggja mitt loð á voðaskálina og er ófeiminn við að gera það. Flott. Kæra þakki fyrir komuna, herra. Takk hérlega. Takk fyrir okkur. Við ætlum að halda áfram eftir augnablik. Þá ætlum við að fá Vinstri græna. Vinstri hreyfinguna grænt framboð í heimsókn til okkar og það verður síðasti flokkurinn í dag en við höldum áfram síðan næsta föstudag en við sjáumst eftir augnablik.